Ég ætla að kynna fyrir ykkur vefinn tilraunir.is og þetta er vefur sem samanstendur af 12 tilraunum með aðgengilegum og ódýrum búnaði. Þetta er ætlað fyrir náttúrufræðakennslu á grunnskólastigi eða eðlisfræðakennslu á menntaskólastigi. Og þessar tilraunir þær nota mjög einfaldan búnað. Það er að segja bara búnað sem maður getur fundið heima hjá sér eða í matvöruverslunum eða í byggingavöruverslunum eins og Byko. Og ég ætla líka að fá að nefna að þetta verkefni hefði aldrei orðið að veruleika nema fyrir það að þetta verkefni hlaut styrk frá Þróunarsjóði námsgagna. Og ég ætla aðeins að sýna ykkur bara hvernig þessi vefur virkar og ég ætla að sýna ykkur dæmi um eina svona tilraun og hvað ég meina með að þetta séu gagnvirkar tilraunir. Og hérna erum við komin inn í vefmótið og hérna getur maður skrunað í gegnum þessar 12 tilraunir sem eru í boði og það er hægt að skrá sig, ég ætla bara að vekja athygli á því. Og svo erum við búin að gera aðgengileg hérna í verkfærastikunni öll þau verkfæri sem við höfum búið til þess að setja inn í tilraunirnar. Þar er hægt að teikna graf og þið hafið aðgang á þessum verkfærum líka. Þannig að ef ykkur detta í hug einhverja tilraunir sem þið myndu vilja koma inn á þessa vefsíðu, þá getið þið búið til þessi verkfæri hér og notað öll verkfærin eins og við gerðum þau. En ég ætla að sýna ykkur hvernig það virkar að fara í gegnum þessa tilraun burðarþol pappírsbáts. Og þetta byrjar oftast á því að það er eitthvað svona búnaðarmænd, þar sem okkur er sýnt hvað búnað við þurfum til þess að framkvæma tilraunina. Sumt af þessu er valkvætt og það er tilgreint og þetta er ekkert endanlegur listi, það er líka hægt að framkvæma tilraunina með öðrum búnaði, en þetta er svona það sem okkur fannst eðlilegast að nota. Ég ætla að haka í hérna, ég er með allan búnaðinn og get byrjað tilraunina. Svo kemur svona forhugmyndar spurning, svona spurning það sem við höldum að muni gerast ef við framkvæmum tilraunina. Og hér til dæmis, hvaða bátur heldur þú að geti borið mest? Og það er ekkert hérna endilega neitt rétt svar, þetta er bara forhugmyndin okkar. Svo seinna mun þetta verið borið saman við niðurstöðunni í tilrauninni. Þannig segjum hérna að ég segi að þetta sé mjög lágur og breiður bátur, þá er svarið, það hefur verið skráð og við munum nota það seinna. Hversu margar krónur heldur þú að báturinn geti borið? Og þá aftur við skráum hérna einhverja forhugmynd og svo munum við bera það saman þegar við erum búin að klára tilraunina. Svo ætlum við að búa til pappírsbátinn og hérna ætlum við að haka í það að ég hafi búið til pappírsbátinn, reyndar ég að ljúga en ég hef gert þetta nokkur sinnum áður og maður býr bara til svona pappírsbát og svo hérna er spurning af hverju viljum við frekar hafa opinn kassa heldur en venjulegan origami-bát og hérna er til dæmis hægt að ef maður svarar hérna rangt þá getur maður ekki haldið áfram. Þetta er bara svona til þess að koma inn einhverjum svona sérstökum hugmyndum eins og að það ástæðan fyrir við hönnum bátinn með þessum hætti er vegna þess að það var auðveldara að mæla lengd, breidd og hæð sem er líka, Þannig ef við höldum síðan áfram þá er ég hérna beðin að skrá lengd, breidd og hæð bátsins og til dæmis segjum að ég skrái hérna að lengdin sé 10 cm og breiddin sé 5 cm og hæðin sé 10 cm, þá kemur upp svona reiknispurning, við köllum þetta reiknispurningu, þar sem að svarið í þessum lið er háður því hvað ég sagði í hinum liðunum á undan. Og hérna á ég að reikna rúmmál bátsins og ef ég segi bara eitthvað 100 þá fæ ég ekki alveg reikni lengd sinnum breidd sinnum hæð. En ef ég geri það þá er þetta 500 og ef ég skrifa 500 þá fæ ég rétt. Og við reyndar gerðum það þannig að það er hægt að gera smá mistök í reikningum og samt fá rétt. Það er held ég alltaf 5% sem að má gera rangt en samt fá rétt. Svo höldum við hérna áfram og við fáum hérna að vita hvernig lögmál Arkímedesar virkar. Þetta er svona smá fræðikafli hérna uppdrift og hérna ætla ég að merkja við rúmmál vatnsins sem báturinn ýtir frá sér og svo ætlum við að skrá hversu mörg grömm báturinn okkur getur borið og þetta er líka reikningsspurning. Þetta er ekki rétt svar en ég veit að það er það sama og ég var með í liðnum á undan. Rétt, jafn mikið og rúmmál bátsins og þá get ég haldið áfram. Svo er það hver er massinn á 1 krónu og þá er það eitthvað sem ég skrá inn og þá opnast þessi reikningsspurning hvert er burðarþol bátsins og þá er það 500 deilt með 4 og í mínu tilviki er það þá 125 og það er þá rétt hérna. Svo kemur flotpróf og þá set ég hann í alvörinu ofan í vatnið og þá mæli ég upphaflega hafði ég spáð fyrir því að báturinn getur borið 50 krónur en ég reiknaði út að hann getur borið 125 krónur en segjum sem svo að ég hafi síðan mælt og hann gat bara borið 120 krónur, eitthvað svona verkfræðilegt hérna, þessar síðustu 5 krónur voru eitthvað svona verkfræðilegt undur
og þá fæ ég hérna spurningu hversu mikið munaði á alvörumælingunni og því sem þið hafið reiknað, þá það 5 krónur og það rétt og svo hlutfallslegu munur og nú ég ekki alveg nógu góður í að reikna til þess að vita hvort að hlutfallslegu munurinn miðað við spána, það þá 5 á móti 125, það þá það bil hvað, 0,4% rétt. Ok, og svo kemur hérna, við erum beðin að gefa hugmynd hvað væri hægt að gera, reynda bættu við síðan við, þá eftir að taka þetta út, við bættum síðan við að það væri hægt að senda inn tillögur sem að verða síðan skráðar í admin viðmótinu þar sem maður getur farið í gegnum hverja ábendingu og bætt tillögurnar þar. Þannig hérna myndi ég skrifa hérna, þetta frábær tilraun, en takið út í samantektinni að biðja álit á tilrauninni því það gert hér. Svona, senda ábendingu.